En þá ætlum við bara að hefja leik og bara velkomin á 50. fund íbúðarráðs Háaleitis og Bústaðahverfis. Við erum í opnu streymi og það er Hjördís Sveinsdóttir send á fundinum í streymi. Hún er komin til okkar hérna, hún Sigríður Mokk frá umhverfis- og skipulagssviði og hún ætlar að fara með okkur yfir fyrstu 2 liðina, skipulagsgátt varðandi Safamýri, gamla Framsvæðin og Víkingsveiðið og skipulagsgátt á Borgarspítalareitnum og breyting á deiluskip þessu svæðum. Ég hugsa að við skiptum þessu upp í 2. Við byrjum á að taka fyrsta liðinn og svo í rauninni kjölfæri þegar Sigríður er búin með sína kynningu þá tökum við á móti spurningum. Síðan fyrir hún í lið 2 og við tökum í rauninni spurningar í kjölfæri á því. En það ekki, líst ekki vel á það? Og kannski ef höldum svona spurningum þá til í lokin en ef það er eitthvað sem alveg óljóst þá kannski hægt að skjóta því svona litlu inn. Nei, þá bara velkomin Sigríður. Já, takk. Ég er arkitekt og verkefnastjóri hjá Skipulagsfulltrúanum í Reykjavík og ég er verkefnastjóri fyrir Safamýri Framsvæðið en ég er að leysa af að koma í staðinn fyrir Ingvar sem er aftur móti með Borgarspítalasvæði. Þetta er skipulagslýsing í kjölfar vinnustofa og skipulagslýsing er í rauninni bara stutt tilkynning til almennings að hér sé að fara af stað einhver vinna varðandi deilispurninga. Eða breytingar. Og við vorum í byrjun árs með 3 svæði undir og þar af þessi 2 og það var byrjað bara með trukki hjá umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkur þar sem voru haldnar vinnustofur margra skrifstofa innan borgarinnar, þannig að við fengjum upp á borði strax alls konar atriði sem við værum að grafa eftir í langan tíma. Og þetta var náttúrulega við á umhverfis- og skipulagssviði sem er framkvæmdir og viðhaldi eins og við þekkið og skrifstofa samgangna og borgarhönnunar og skipulagsfulltrúi og margt fleira og síðan borgarskrifstofur sem sáum samningana og vitna sem eru jú aðal samstarfsaðilar okkar. Vinnustofurnar, þær byggðust upp af 2 spurningum og það átti við öll svæðin. Fengum eina spurningu samhljóma öllum hinum svæðunum og það var skipt í 5 hópa og það var bara hérna fyrsta spurning, hvaða væntingar og áform hafa Reykjavíkurborg og Veitur til uppbyggingar á svæðinu. Og þessi hópar voru skipaðir fólki úr ólíkum skrifstofum, þannig að það skapust bara rosa flottar umræður og hérna eru alls konar atriði sem komu upp á borði, ég ætla ekki kannski að fara nákvæmlega út í það, en síðan var það spurning 2, hvaða þættir, bæði jákvæðir og neikvæðir, eru fyrirsjáanlegir sem hafa áhrif á þróun svæðisins. Og það eru sömu hópar og þeir komu með svona ýmis atriði, hljóðvist og samstarf og umferð og samgöngur, svo mörgum ólíkum áttum. Og að lokum var þetta dregið saman í svona ákveðin lykilatriði og gefið svona fáni til þess að vita hvað svona stendur hæst upp úr. Og í tilfelli Safamýri Framsvæðis þá var það í rauninni þetta kjarnatækifæri sem við höfum þar í þessari nálægð við þjónustu og verslun sem er Kringlan og margt fleira hann í kring og líka almenni samgöngur og hjólaleiðir og allt mögulegt. Þannig að það var svona þessi vistvæna tenging sem við svona var hæst upp úr þarna. Grænar tengingar, þetta var að vera helmingi til eitthvað grænt sem það er skipulag, það verður áfram. Og síðan á að blandast þarna íbúðabyggð og þá er fólk svona að horfa til þess að jafnvel gæti verið að taka fyrir bílausan lífstíl og mjög vistvæna byggð sem að myndi nota sér nýjustu tækni í rauninni, byggingatækni í að
byggja. Og þá hefur oft fengið það að fólk staldra við bíllaus lífstíl. Nú má ekki hafa bílvann. Bíllaus lífstíl, hann náttúrulega gengur ekki út af það að bara útiloka bílana. En það gengur út af að sem sagt, hafa deilibíla og nota almenningssamgöngur. En auðvitað, þú veist, að nota bíla þegar fólk þarf. Þannig að bíllaus lífstíl ekki alveg svona samhljómað þessu orð. Nú, eftir vinnustofunnar, þá var okkur verkefnastjórunum falið að setja saman þessa skipulagslýsingu sem að við erum með í knöppu formi, sem raunin bara tilkynning út á við að hérna sé að fara ákveðin vinnu af stað. Og þetta eru svona yfir þessi sömu þættir, þetta bara lögbundnir þættir sem við höfum hérna og við förum aðeins nánar út í það. Inngangur, viðfangsefni og staðsetning og afmörkun og viðfangsefni hérna þá sem sagt að Reykjavíkurborg áformar að efna til hugmyndaleitar eða samkeppni sem felur í sér að deiliskipuleggja reitin fyrir nýja íbúðabyggð með sérlegri áherslu á vistvæna íbúðabyggð fyrir bíllausan lífstíl og grænt útivistar og leiksvæði fyrir hverfi. Þannig að þetta svona viðfangsefnið og ef við fyrir nánar út í það, þá erum við svona hefðbundið að hafa tengsl við aðrar áætlanir og stefnur og þarna höfum við aðalskipulagið, við höfum gildandi deiliskipulag, við erum með loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar sem hluti aðalskipulags og við erum með græna plani sem svona verkefni sem Reykjavíkurborg hefur farið í til þess að mynda að kynnast svona vistvænu byggingaraðferðum og því nýjastu það og síðast ekki síst vegvísi að vistvænni mannvirkjagerð sem sko samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga þú veist hvernig við snúum olíuskipinu við og förum út í vistvænar byggingaraðferðir og lausnir. Nú þarna kemur fram einmitt þéttleikinn sem við höfum bara beint úr forskrift frá aðalskipulagi og þá þetta skilgreint í nýtingaflokka eftir hversu vel það staðsett við almenningssamgöngur og þessi reitur talist í nýtingaflokki 3 þar sem svæðist nýtingar áætluð 0,6 til 1,2 og það samsvarar þá 60 til 120 íbúðum á hektara og ef að lóðin 3,8 hektarar að stærð og gert ráð fyrir að þriðjungur hennar fari undir nýja íbúðabyggð og þá reiknað með þarna 70 til 150 íbúðum á lóðinu. Og það fyrir allt eftir, þú veist, útfærslu, þú veist, við það þarf náttúrulega að taka mið af áherslum og stefnum í aðalskipulagi þannig að fólk að horfa til náttúrulega varðandi ákvörðun á þessum fjölda, endanlega fjölda, hvort að það sé nóg sólarljós á útisvæðum, dagsbirta í íbúðum og þess að. Svo að þetta svona megin stefið, síðan bara svona megin markmiðið og þá ég með þess að dökkbláu bara svona hefðbundið. Það falli vel nærliggjandi byggð, skjólgóð og sólrík útisvæði, göng- og hjólatengingar, meginmarkmiðið, en sérstök áhersla hérna, því það svona stóð upp úr þessum vinnustofum, að beita nýjustu faglegri þekking á vistvænum byggingaraðferðum og byggingarefnum. Og fyrir fólk sem vill tileinka sér vistvænan lífstíl að meira marki en áður hefur tíðkast. Þetta svona verið að reyna að draga okkur í þessa átt sem að býður okkar. Það að breyta svona lífsháttum og huga að ýmsum máli sem við höfum ekki hugað áður. Nú varðandi íbúðina sjálfa, að það var þess að hefðbundnu tillögur að fjölbreyttar íbúðar gerðir, þannig að blandist vel svona íbúðasamsetningin og það dagsljósa dreining og skuggaáskrifingar sem þurfa að fylgja. En sérstaklega fyrir þessa lóð að bjóða upp á þennan vistvæna lífstíl sem byggja á hringrás af hagkerfi, vistvænum samgöngumátum, heimaræktun matvæla og samfélagi. Þannig að þetta svona, við sjáum þetta sem kjörið svæði, bæði hvað stærð varðar og svona í þessa pioneer-vinnu, svona vera virkilega fremstir í þessari tilraunastarfsemi þarna.
Nú, lóðir og græn svæði að þá það hefðbundið að það óska eftir blágrænum ofanvatnslausnum, þannig að við séum ekki að hafa yfirborðið alltaf þétt, við gerum ráð fyrir gegndræfum yfirborði og að ofanvatni verði leyst með öðrum hætti en að setja það bara í pípur og rör, setja framleiðsluslagnir, við viljum bara að það geti nýst umhverfinu og ýtt undir svona fjölbreytt lífríki. Já. Nú, það hefðbundið að tala minjar og það alltaf svona í rauninni standard ákvæði þarna. Svo. Nú, umhverfisáhrif áætlunar er aðeins tekið saman. Það er náttúrulega samkvæmt nýbreyttri byggingarreglugerð að gera FCA-greiningar, en við óskum eftir það sé gerðar samhliða hönnun, svo að það megi strax á skipulagsstigi taka ákvörðanir út frá þessum greiningum. Að við séum ekki bara að byggja það sama eins og venjulega og svo finnum út að því hefur nei, þú veist, lífsferðisgreiningarnar komið í út og komið í skorið er alltaf mikið. Þannig að við viljum að það sé gert samhliða hönnun, gerð deiliskipulags, þannig að okkur takist að miða í rétta átt. Ég bið ykkur taka til þessi kafla í næsta verkefni því að það er rauninni texti sem átt að fara hér, en það skiptir ekki meira máli. Nú, samráðs- og umsagnaraðilar, það eru auðvitað íbúðaráð, Hálendis og bústað, svona hagsmunaaðilar þarna eins og Knattspyrnufélagið Víkingur og svo lögbundnir eins og Skipulagsstofnun, Minjastofnun, Borgarsögusafn og Veipur. Já, allt mögulegt. Þannig ég þessi komin í gegn, já, svo er það tímalínan og sem sagt, þetta er nú bara allra fyrstu drög og bjartsýn alltaf, maður er alltaf bjartsýn í byrjun, sem kemur náttúrulega ýmislegt upp á, en við erum beðin að hlaupa það, því að það vantar íbúðir, þannig að við erum að hugsa það að við getum farið eftir sumarfrí á stað í að forma í rauninni skipulags samkeppnislýsingu. Þannig að svo vinna færi af stað þegar allir kemur úr sumarfríum, að við setjum saman, þú veist, í rauninni samkeppnislýsingu þegar sem lögð verður til grundvallar hugmyndaleið. Og þá fer að koma svona einmitt sértækir þættir og þá er mjög brýnt að hafa gott samband við íbúaráð til þess að koma hugmyndum á framfæri. En það verður það er verið að reyna að ná að auglýsa samkeppnina í lok september, þannig að október, nóvember, desember verður þetta samkeppnistímabil og svo skilað í janúar. Þetta er bjartsýn og það er ekkert mála að fresta þessu ef að ekki náðust að undirbúa hugmyndaleiðina nógu vel eða standa samráði nógu vel. Þannig að, en svo má gera ráð fyrir að þegar að niðurstaða samkeppni liggur fyrir, að þá sé þetta svona 4 til 5-6 mánuðir sem það tekur að vinna deiliskipulagstillögu, koma henni gegnum samþykktarferlið, auglýsingarferlið og svo til skipulagsstofnunar til fullnaðarafgreiðslu. En þetta tímabil á milli þessara punktalína, það getur, í rauninni breyst. Já. Þá vildi ég sé komin í gegnum þetta. Og ég vinda mér í næsta eða vil ég spyrja? Nei, nú skulum við opna gólfið fyrir spurningar. Gísla, velkomin.
og komin hérna inn á fjármyndin, ekki Gísli? Já, mjög kannski. Heyrðu í okkur, Gísli? En þá bara hérna opna ég gólfið fyrir spurningar til hennar Sigríðar. En það eitthvað. Getum við fengið að sjá hérna, var ekki á fyrstu blaðinu, þá var hérna sjálft svæðið. Já, einmitt. Getur þú sagt mér þegar þið miðað við þetta byggingamagn og hvað þá mikið eftir á svæðinu? Já, sko það gert ráð fyrir samkvæmt aðalskipulagi að í rauninni svæði á stað við fótboltavöllinn, það verði almenningsgarður. Það hefur alltaf verið og verður áfram. En síðan 2/3 þarna þá restina af þessari lóð og ef við miðum við þetta hlutfall þarna nýtingarhlutfall sem gefur í aðalskipulagi þá það kannski þriðjungur sem rauninni byggð því að við mælumst til þess að alltaf helmingur útivistarsvæða í rauninni byggingamarks útivistarsvæði. Þannig að við erum ekki að gera ráð fyrir mjög þétt í byggða. Það er götur og ætlistur að þessu og alls konar hjólabrautir og gönguleiðir. En það hefur, þegar þetta var kynnt fyrir einhvers og skipulagsráði, þá var spurt af hverju ekki að hafa stærra svæði undir þessari hugmyndaleik. Þetta eru bara lóðaverkin eins og í dag. En við vildum gjarna kannski hafa að hugmyndaleiti næði lengra út af gatnamótum kannski við Kringlumýrarbraut og jafnvel alveg að Miklubraut. Þannig að það væri unnið svolítið með svæðið í heild þó að það væri bara verið að móta þarna almenningsgarð og íbúðarbyggð. Ég bara reyna átt að má hvað mikið eftir þarna sem undir íþróttastarfsemi? Já, það í rauninni bara Víkingsfélag heimilið þannig. Húsið? Já. Bara húsið? Já. Það ekki gert ráð fyrir fótboltavelli. Það ekki gert ráð fyrir fótboltavelli. En þá fjölga íbúum, það var ekki að gera ráð fyrir því að þeir stundi íþróttir? Jú, þeir getur stundum alls konar íþróttir. Já, bara ekki á mennum svæðinu. Það spurning. Ég hef einungis fengið þetta. Ég er bara rosalega hissa á þessu. Við fengum náttúrulega svæði til ráða 22. Já. Og það var ekki talað að það væri verið að fara að taka það á. Já, næstum. Já. Ég veit ekki betur en að íbúarnir í hverfinu hafa margoft ályktað það að þetta yrði nýtt áfram sem íþróttasvæði. Já. Og ég skil ekki alveg hvað verður þær ályktanir Já, akkurat. Ég bara, eins og ég segi, þetta kemur bara stórkostlega mikið á óvart, það er ekki búin að neitt samráð við okkur. Akkurat, já. Og ég finnst það bara En samráðið núna, nú þetta auglýst. Já, en þetta er náttúrulega, það er verið að tala að taka bara íþróttasvæðið af. Já, mínus þetta íþróttahús. Já, það er það sem ég veit. Svo vitneskja sem ég hef, í rauninni að ég er að segja þetta á rangan hátt. Ég hef ekki fengið hérna upplýsingar það eigi að halda fótbolta. En eins og segi, það getur, ef það á að vera opið svæði í þágu almennings. Já, mjög sérstaklega. Mikil áhersla á græna lausnir sem frábært Það er eins og lýðheilsa skipta engu máli. En kannski finnst tækifæri í að gera kröfur einhverja aukna byggingu eða eitthvað meira sem Víkingur getur þá brainstormað að leggja á borðinu. Bara svo maður sé opinn að fara í þróun. Eins ég náttúrulega áhyggjur af börnum sem að sækja skóla af því að hann bara takmarkaður stærð þannig að ástafurskóli. Já, akkurat, einnig. Og ég bara hveti ykkur einnig, núna í samráðsgátt. Já, þannig að bara Mér finnst það bara ótrúlega mikið byggingamagn og ég fór reyndar að lesa þetta plagg hér Það var reyndar, ég hafði ekki gert það áður það var talað 200 íbúðir það var nú ekki til þess að græða mann. Á þessum stað? Í þessu, á þessum stað Hérna 70. Já, 70 til 150 og
þetta bara, eins og ég segi, þetta bara eiginlega. Það eitthvað svo stutt sem við erum að. Já, og það bara líkur algjörlega fyrir að við ætlum ekki að fara, íbúarnir eru búin að álykta sem svo að þeir vilja halda þessu svæði. Já. Við erum að nýta þetta svæði, og eins og ég segi, þegar íbúanum fjölgar, þá minnkar nú ekki eftirspurnin, við þurfum á þessum völlum að halda að einhver leyti. Já. Já, borgin leggur líka mikið upp úr því að vera með íþróttu þátttöku barna með markmiðum að 75% barna í borginni að taka þátt í íþróttum og að þau eigi að geta stundað í rauninni íþróttir í sínu nærumhverfi. Þannig að þarna er verið að það er búið að fjölga gífurlega í Álftamýrarskóla og það eru áform að byggja á öðrum svæðum í skólahverfinu. Tala nú ekki að það er búið að fjölga töluvert af nemendum af erlendu og það myndi ekki auðvelda þeim að komast inn í rauninni samfélagið og kúltúrinn ef það myndi í rauninni takmarka þeirra tækifæri á þátttöku í íþróttum í sínu nærumhverfi því að það er erfitt fyrir þau að fara að ferðast langan veg til þess að sækja sér íþróttir, sko. Þannig að Samræmist stendur ekki fyrir reglu 15 mínútna göngufæri. Ég veit ekki, sko, hvert eiga þau sem ætla að fara í æfa fótbolta, hvert eiga krakkarnir að sækja? Mér finnst bara, þú veist, nú höfum við tækifæri. Þess að segja, íbúarnir vilja hafa fótbolta. Það er bara núna. Því að, sko, þetta er þess að ef þið hafið sendt inn nú einhverjar athugasemdir og Já, við náttúrulega vorum bara að taka við svæðinu, sko, og svo var talið trúum að við værum að taka við íþróttasvæði, ekki byggingasvæði, sko. Já. Og til þess að geta rekið hér einhver starfsemi sem að þjónar íbúum í hverfinu. Ég finnst bara svona persónulega, ok, ef það væri eitthvað sem þú segir, ok, við erum að gera eitthvað annað samfélagsveikt sem að kemur þá aðeins á móti, en þetta er bara aukinn fjöldi eigna, þetta er bara lóðasala og það er ekkert í þessu þannig sé, jú, þú talið græn svæði, það er bara ekki vanþörf á því á þessum reit hér, sko, en það er samt ekki, já, finnst ekki uppfylla það svona. Það er lítið sem þú athafnaði á slíkum svæðum, sko, sem svona að byggja upp íþróttastarf, sko. Ég finnst bara alveg kjörtækifæri núna til þess að koma þessum sjónarmiðum á framfæri, því að þannig er gert ráð fyrir opnu svæði og íbúabyggð einhvers á þriðjungi. Þannig að það er kannski að komast mósið líka að hafa almenningsgarð og grænsvæði pluss íþróttastarfsemi, þannig að kannski að skjóta aðeins því inn í að ég var sjálfur skrifstofu í Tónabæ í 3-4 ár þegar prísturmisturinn færðu skattaliðina þess að búið til að nefnir Tónabæ í gamla búningskæði það er svona pínu að við erum í rauninni hátthús sem ónýtt í Tónabæ. Já, við veitum. Svona miklu mýri og þú veist þannig að ég þess að vera svona að lína þegar fruta því ég fór skoða þessu kapslu á þessu og byrjum hissa á því, sko. Af því að þú veist ég það ekki frekar sneiðið að skoða því að skólinn er svo orkureiturinn til Álftamýrarskóla, þú veist þannig að það er að koma hellingarmönnum sem mögulega fann í lögðan en ólíkarskólinn verður það ekki að hlusi, sætt og fyrir því eftir að við ræðum ólíkarskólinn eftir það. En svona pínu, ég veit ekki verður sápað því við komum aðtöðsum, en ég bara benda samt á það þess að þegar ég horfði á þegar við móka fyrir Gerðgarsvellinum, þá var þetta svo ramlega kippt af eftir að það komst enginn alveg svæði. Þú þurftir að vera skráður framari, sem komast inn á svæðið, en það nýttist aldrei. Ég horfði á völlin heilum dagana, en Eldborgarnir komst ekki inn að því var flest af. Og við ræddum þetta það framarna, þá var það allt eitthvað svona við. Það var bara alveg stámátti. Og þess að segi tækifæri til að hleypa almenningi líka með inn, sem ætti að vera kannski að hluta þessu. Andinu sá að þessi gervigrasvöllin til endast bara ákveða álag, sko. Og þannig að það þarf að stýra álaginu. Já, ég með þetta er bara nýri líka, sko. Það er bara moka 10 metra hóla með niður, sko, og parkinn 1-8 ár, sko. Þannig að það kynni líka flókið þarna á þessu svæði. En varða við að skilja með til að framfyrir uppbyggi, ef ég skil það rétt, bara svona sem hluta af borgarkerfi gegnum tíðina,
það var hluta, ég var að það átti það á þeirri uppbygging og þannig að hluta fjármagninu sem átti að koma til að byggja upp Úlfarsdal var út frá þess að held ég það verður gaman að sjá samkomulagi sem var gert. Ég er með það sko, hérna, það er ekkert minnst á að það er bara verið að tala að við tökum yfir svæðið sko. Já, ok. En ekki ákveðin tíma. Ekkert Nei, við tökum það yfir 2022 og hérna, það sé bara að tala þetta svæði og hvergi minnst á að það er eitthvað að hérna, ég er búin að heyra heina það er niður sko. Já, ég auðvitað búin að vera, eins og ég segi, þegar við fáum minna þetta hverfi og á hluta því að sem sagt, við förum í gegnum svona einhverja hreyfðarsamkeppni á móti Val og einhverjum og íbúasamtökin eru mjög virk í því og segja að þið verðið að standa með okkur í því að halda þessu svæði svona sem hérna íþróttasvæði og hérna þannig að við erum settir í mjög erfiða stöðu hvað þetta varðar að hérna eins og ég segi íbúarnir hafa margoft ályktað að þetta eigi að vera íþróttasvæði og þess vegna kemur það manni pínu sem ég segi, þetta er bara svona eiginlega bara eins og köld vaskur sko. Já, en ég held að við ættum kannski aðeins að taka því með fyrirvara því að hérna það er alltaf sko ég er nokkuð sjálf nýbyrjuð hjá Reykjavíkurborg og þetta er rosalega stórt apparat sem þið fengi örugglega betur en ég og svo koma nýjir starfsmenn í staðinn fyrir aðila. Þannig að núna höfum við akkurat tækifæri. Ég hef sjálf veltið fyrir mér sko af því það er alltaf íþróttahús. Akkur er verið að taka svæði, útisvæði af. En mögulega er það ekkert meiningin þó að þessi sem hafa tekið þátt í vinnustofunni hafi ekki vitað betur. Þannig að ég bara, það er mjög mikilvægt að íþróttafélagið komi þarna með sín sjónarmið og íbúaráðið eða íbúasamtökin. Því að þessi rök sem þið að færa fyrir sig eru mjög vald. Það er líka oft forsendurinn fyrir íbúar uppbyggingu eru að innviðir séu til staðar. Já. En þá þurfum alltaf að taka hluta að innviðunum og erum með skóla sem er bara þannig að þau mál þurfti alveg að taka samhliða. Já, það er verið að sko við erum í núna samræði með skóla og frístundssviði. Þannig að öll þau svæði sem við erum undir núna, það er verið að gera áætlun samsvið. Það verður við. Já. Annars verður bara ósættin eða lífbúð. Já, og það er bara ekki sjálfbært að það er bara eitt liðin og ekki hins. Nei. Það var líka kannski bent á það því að hlutverk hér innan Norðurmiðstöðvar er að koma börn í íþróttir og tómstundir. Og börn á þessu svæði, þau er bara eins og eyja. Það er umferð allt í kringum þessa eyju. Já, og sem betur fyrir þá er Víkingur þarna og er með áherslunarhópinn. En þú verður þá að æfa fótbolta eða þá handbolta niður í Víkinni. Það er að bjarga okkur. Annars eru börn í 1. til 4. bekk og eru ekki íþróttum. Og það er ágefni. Að því að hérna Ármann þjónustar ekki. Og það að taka fyrir barn sem 4 ára og foreldrar sem að vinna til 5 eða eitthvað slíkt, bara kemst ekki með börnin í íþróttum niður í Ármann. Já, þá Víking, en út af mér bjargar reyndar Víkingsmálarum, en ef það þarf að æfa sund, eða þeimleika eða júdó eða eitthvað niður í Ármann, þá er þetta 2 strætó. Þannig ég er ekki bara að senda barn sem í 1., 2., 3., 4. með strætó í skammdeginu niður Laugardal. Það verður aldrei. Þannig að barnið velur það að þá er það auðvitað niður í Kvísland, en erlendu börnin eru það heima einangrað. Það er mamma og pabbi að vinna til 5-6. Þetta er bara staðurinn fyrir þetta hverfi. Þetta er gríðarlegt áhyggja. Barnið þarna, þetta er eins og búið á eyju Atlantshafi, komast ekki að nótt. Þeir eru í mjög vel. Þannig mér finnst þetta mjög svona sorgartíðindi og leiðilegt fyrir borgina að það er kannski að gerast. Mér finnst það svona, já, og hérna, það er einmitt, sko, við njótum þess svo mikið að vera með Fossvogsskóla í námunda við Víkingsheimilið, sko, og við háar hlutenda úr Fossvogsskóla. Breiðavíðskóli aftur á móti mínu vandamálsina, en draumurinn er að geta byggt samsvarandi stöðu í Álftamýrarskóla eins og í Fossvogsskóla og fái stóra hlutin krakkana inn í eitthvað íþróttastarf, einhverja hreyfingu. Það lítur sér líka bara eins og hérna, ég er líka í hverfinu, sko, Hvassaleitisskóli, þannig ég. Það er að gera hann ekki, já. Börnin þar í miðstigi, þau sækja enga frí félagsmiðstöð þegar það fara hann í Blómabæ.
rétt ímyndaði lengdina, þú veist, og það eru niðurstaðskrakkar og þau trefnast þeir líka að fara með niður. Það er umferðin náttúrulega bara mikil og annað. Já, það er við erum alltaf tengt með brú og allt þetta, en þarna, Já, þetta er allt hins skammdegi og annað, sko. Þannig að, þú veist, við erum með alls konar ákvarðanir í þessu hverfi og það er mjög leiðilegt ef á taka miðpunktinn sem er Víkingur þarna í og það var áður. Já. Og ekki fyrir þessi sjónarmið. Þannig að og staðreyndin er sú að í þessum hverfi, ég hef sett á útbætt á því, að við erum rosa svelt af tómstundum. Ef þú skoðar, og það er mikið framboð af tómstundum í Ármúla og Síðumúla, sem eru bara dans og alls konar. En við erum, þegar þú horfir á Laugardalinn, þú getur farið í fimleika, þú getur farið í körfubolta, þú getur farið í fótbolta, það er heilmikið framboð. En í okkar hverfi er framboðið rosalega takmarkað. Nema þú farið bara niður í Ármúla, eða í dans niður í Lágmúla, eða niður í Laugardal, eða það er fyrir börn. Ég náttúrulega búið í þessu hverfi og ef að börnin er ekki í fótbolta eða handbolta, þá ertu bara að keyra þau hérna niður í Laugardal. Og þetta, og talandi sko, umhverfismarkmið og bíllausan lífstíl, sko, við höfum verið að rosalega mikið að reyna einhvern veginn að vekja borgina með það, að reyna að búa til aðstæður í nærumhverfinu, þar sem þú getur einhvern veginn tryggt að börnin séu nánast á svipuðum slóðum frá bara morgni til eftirmiddags. sérstaklega að þessir íbúar eiga að vera bíllausir. Ég finnst þetta ekki vera að mæta svoleiðis hugmyndum. Ég vil bara segja það. En ég ætla að hvetja ykkur til þess að nota skipulagskraftina í skipulagsstofnun. Ég mun taka við hinum megin. Það er ekki þá að sé kallt í Kína á millileginu og kemur til mín. Já. Ég held að við séum allir hérna. Og hún er opin til skipulagsstofnunar er opin til og með. Já, það er umsagnarbeiðni. En það er hægt að óska eftir fresti eða? Já, það er, sko, kynningartíminn er til 11. júlí. 1. júlí. Þetta er akkurat þetta season sem er svolítið. En það er leikur hérna sækjum fresti? Já, það er ekki smá. En þetta er í umsagnarferli og það er verið að biðja eftir að koma umsagnir frá þeim sem búið að biðja og svo geta almennir íbúar geta sent inn umsagnir. Algjörlega. Það er að gera auglýsa það. Já, það er að gera hvernig þetta frá tölvuflýja svona en foreldraráðin í skólunum og svona fá þeirra undir borgartorpið og annað sko. Já, það skal láta það vita. Þeir eru Já, ég myndi segja að þegar þetta snýr að þessu að íþróttastarfseminni þarna í þessu hverfi þá er það mjög mikilvægt að fá raddir foreldra og íbúa í hverfinu. Það var það. Ok. Rautt sjónarhorn hérna í íþróttahreyfingunni. Það er saman og annað. Ég er að geta farsældabarna. Já, en svo varðandi þetta mál. Það er bara mjög gott að fara með þetta beint í bur. Þau kannski velta þessu fyrir sér að koma með inn gáttina. Svo ekki við að fylgja þessu í okkar samfélagi og þetta kom bara rosa fyrst áttum. Mest sjónrænt. Algjörlega. Takk. Og ég svo einhvern veginn að færa ykkur þetta út á bjóði. Það var einhver kvartar bóðst bjóðan. Og við vorum að prófa þetta saman. Eitthvað að horfa það? Já, við erum skópið frá í fjárstandi en það var svona smá síðast við vorum í kynningu og erum við stífla í fjár þannig að ég hveti þessu nefn í fjár að láta okkur vita ef að hljóðu sent. Takk fyrir. En hvernig er það? Getur þegar fresturinn til 11. júlí og hvernig er það? Getur hver sem sóst eftir því að framlengja þessum fresti? Já, það myndi ég segja, sko. Og ef ég veit af því að það er óskert þá getur bara að það verði. Já. Þannig að
Mér finnst það svolítið knappt tími, sko. Já, þetta er svo. Svona yfir hálfsumarið, sko. Já, og við höfum oft einmitt lengt út af sumarfríum, þannig Já. ekki. Ég myndi bara mælast til að Ég myndi leggja það til. Ekki þar til. Já, þetta er bara skipulega. Já, Þannig að það sé að kynna þetta strax í skóla byrjun í ágúst. já. Það sé þá allavega einhvers frá sér og Þetta er hagsmunamál. mikið hagsmunamál þarna í þessu hverfi. Það er alveg klart mál. Þannig að ég legg til að íbúðaráðið Já. fari fram á þennan frest. Ég styð það. Framlengja. þá bara fram í ágúst eða miðjan ágúst eða eitthvað. Já, miðjan ágúst. Já. Já, það var miðjan september þegar skólastarfið farið af stað Já, og það sé að það geta verið stað betur, sko. já. En athugið líka sko að þetta er skipulagslýsing Já, já. sem er bara auglýsing að það sé að fara í gang. Svo ætlum við að hefja eftir sumarfrí í rauninni það sem við viljum hafa innihald. Já, þess vegna er kannski mikilvægt að heyra þess frá íbúum. Já. Þeim þykir mikilvægt kannski að X og X hlutir séu teknir. Já, en það er akkurat kannski næsta stig. Já, Þannig að það er ekki svo mikið stress varðandi skilu en að gera bara, ekki að þykir bara sem fyrst. já, Já. og að gera að senka restum. Já, ok, þá það legg ég til að íbúðaráðið fari fram á Að fela formanni að senda e-mail fela formanni að samþykka óska eftir leikjafrest. það Ok, það er bara að nefna þannig. frest. Það er bara þannig. Já, Ok, og engin sem aðnægt. svo kjósa það. Þið er kannski nei, getur ekki kjósa. Nei, ok. Létt ábending til þeirra sem halda að þeir róður eftir sumarfrí. Þá kemur skólastarf, íþróttastarf. Já, ég gef mér fullum fyrir því. En þá koma saman stjórnir foreldrafélaganna. Það er nú kannski, þú veist, Þannig að þú veist, þetta er hljótt að ég til Það verður rosa mikið að gera það en þá er fólk til staðar. það sem segja að vera umsvegnar stuttar nefna Já. það er svo auðvitað að vinna svo. Já. En þið er búin að sjá þessu frægi í stjórnina. já, Ok, þá vindum við okkur bara í næsta lið. Já, það er alveg eins. Já. Nema, Sami hattur á að sjá. það er svona stúrufargan. já. Ok. Og það var sama hópavinna og sömu spurningar, svona. En það sem kannski kom út úr því var meira svona játa lýðheilsu. Við erum þarna náttúrulega með Borgarspítalann og mörg tækifæri í kringum hann og þú veist íbúakjarnar fyrir aldraða og við erum náttúrulega líka með allan Fossvogsdalinn. Þannig að það var svona kannski það sem var meira upp á teningnum þarna. Þetta er svo skipulagslýsingin og við erum á sama hátt. Og þetta er þá kannski svar sem umræðir. Og viðfangsefnið er þá ekki, það er ekki verið að huga að hugsa um samkeppni þarna. Það gæti þá vissulega verið einhvers konar hugmyndaleit en viðfangsefnið yrði að deiliskipulagið svæði með áherslu á fjölbreytta og lágreista 2 til 5 hæða íbúðabyggð í bland við þjónustu. Og þá 2 til 5 hæða þá er ekki gert ráð fyrir að öll íbúðabyggðin verði 5 hæða, heldur það kannski mega einstaka hlutir stíga upp úr. En sem sagt það er gert ráð fyrir að skipulag taki mið af aðliggjandi íbúðabyggð, hvað hæðir og íbúðabyggð varðar og lýðheilsu sjónarmið verði í forgrunni hvað allar áherslu varðar. Þarna er við svæði í sama nýtingaflokki og fyrra verkefnið. Svæðis nýting áætlun 0,6 til 1,2 sem samsvarar 60 til 120 íbúðum hektara. Lóðin er hins vegar aðeins stærri, 4,7 hektarar og því hérna fyrir að þarna verði 250 til 400 íbúðir sem eins og ég sagði áðan fer þá eftir í hversu vel tekst til að útfæra þessa byggð varðandi
sólarstundir á dvalarsvæðum og birtuskilyrði í íbúðum og fleira þess háttar. Það er náttúrulega sömu tengsl við áætlanir og stefnur og eigin markmið og áherslur að það falli vel að nærliggjandi byggð, þetta hefðbundna, skjólgóð og sólrík útisvæði, göng- og hjólatengingar, fjölbreyttar íbúðagerðir, dagsljósagreining og skuggavatnsgreiningar, samleiðanir og blágrænar ofanvarslausnir sem þýða þá til að tryggja fjölbreytt gróðurfar og lífríki. Nú, umhverfisáhrif áætlunar, það er áfram þessi lífsferilsgreining og lögð til grundvallar þannig að lágmarka megi kolefnisspor strax á tilskipulagsstigi. Við erum bendið þarna á textann sem átti að vera í hinu verkefninu að hann skuli að byggja vistvæn íbúðabyggð samkvæmt nýjustu faglegri þekkingu, þannig að við tökum mannleg mistök. Nú, það er sami minjar og samráðsaðilar og þarna er náttúrulega íbúðar á hálendisbústaðum. Tímalínan er nákvæmlega svo sama og í fyrri og alveg sjálfsagt að óska eftir lengingu á þessum umsagnarfresti og við vitum að þetta getur allt riðlast og mun riðlast. Þetta er svona bjartsýnasta sem að kasta til þess að gefa fögur fyrirheit en mikilvægast er náttúrulega að vanda vinnuna. Þannig að það má bara koma með spurningar ef einhverjar eru. Ég hef ekki ráður en einu stærri byggingu en eitt af henni sjúkrahús sjálft í tengslum við sjúkrahús. Það má, það á eftir að móta það. Það er ekki gert ráð fyrir viðbyggingu við sjúkrahúsi sem slíkt, frekar í þá áttina að sjúkrahúsi fái annar hlutverk en það er náttúrulega ríkið sem er eignaraðili þar, en þessi íbúðabyggð, það er verið að horfa til þess að það getur verið einhver íbúðasamsetning sem að njóti góðs af nálægð við spítalann og aðra þjónustu í kjarnaflutnarsvæðinu eða það er opið fyrir því að koma inn einhverjar nýjar hugmyndir. Já, það má móta það í næsta fasi. Þetta er svona bara tilkynning að þarna ætli að fara af stað einhver uppbygging. Uppbygging á íbúðum og þá er ekki pláss eftir fyrir spítalafélagið. Nei, það er ekki gert ráð fyrir að spítalafélagið. Þetta er náttúrulega. Við höfum bara Landspítalann sko. Já. Og finnst það ekki vera of lítið miðað við fólksfjölgun. Það hvað er gert alveg 25 rúmar með þessu nýja spítalann. Sko, ég þekki það ekki. Það er náttúrulega á hendi ríkisins en sem sagt það er ekki að bæta heilmikið við Borgarspítalann bæði í álunum og ýmsu. Já, en þá kannski mögulega má segja að þeir hafi það er ekki verið að taka þetta land og það mætti þetta eitthvað nýst á lóðinni en það sem eru bestu sólarskilyrðin og skjóli, það er áformað sem íbúðabyggð, það getur verið íbúðakjarnar fyrir mismunandi hópa. Ég held að sé alveg pláss þarna á lóðinni þessum spítalinn til þess að stækka eins við hann þar sko. Það er unni fyrir ofan sko. Já, það getur verið álfur þetta er náttúrulega ennþá bara land á hendi ríkisins þannig að. Ég skilja ekki af starfsemi, ég held þetta á Borgarspítalann verið bara hjúkrunarheimili en mikið af starfsemi flytur niður á heilbrigðiskerfið eins og bráðamóttakanir af. Já, einmitt og það er gert ráð fyrir að þetta fái nýtt hlutverk en svo geta áætlanir breyst. Það veit ekki bara á spítalann. Já. Það er verið. Þetta er alveg töluverður fjöldi ef þetta verða 400 íbúðir upp og bara skóla á hana. Já. Og skóla. Já. Og það er horft í þess en Það er ekki krossaleginn. Það bústæður.
markaðu þessar gerðu það alltaf skóli. En leikskólahúsin verður leysast með þessum 10 byrjunum. Já, Það var sem koma á fórstu eftirinn. akkurat. Sérst í henni þessu. Já. Aggi, Sindra. Þú var hérna í komnir það? Það er það og það Jú, við erum. Ég er bara alveg að horfa. Ok, bye. Ertu að tala við Bindjan fyrir ekki? Þú voru að setja mjútjör í þig nema að það takk til máls. Heyrist í mér? Já, Þú varst bara á símanum. Ég er merktur, sko, það er rautt þetta með mér, þannig ég sé mjútaður. Það geta eitthvað. Ég var að biðja að fá að vera unmjútaður svo ég geti nú sagt eitthvað. Já. Þú ert alveg búin að rétt upp höndina og biðja orðið. Já, það var til þess, sko. Já. Hvað En segir þið? ég er svo sem ekkert alveg að segja akkurat núna, en það er fínt alltaf ég get sagt eitthvað. Já. Hafðirðu eitthvað að segja mig eitthvað áðan eða? Já, en ég bara, allt í lagi. Það má bíða. Já. Ok, það er eitthvað frekar spurningar varðandi þetta mál? ég finnst þið eftir að tala eða? Hún er að mjúta. Ég er náttúrulega að mjúta hana því að hann sagðist þið eftir að tala. Ok, heyrist í mér núna? Já. Fyrst þetta er komið af stað, þetta er náttúrulega töluvert byggingamagn á það. Hvað er, bara svo maður spyrji kannski svona praktískt, sko, hvaða pælingar eru byrjaðar varðandi uppbyggingu innviðana, skóla, leikskóla og fleira? Ég meina það komu fram háar mótmæli þarna í vetur eða fyrra sumar við áformum um nýjan leikskóla þarna niður í, þú veist, hvað á að gera í sambandi við þetta og aðgengi að, þú veist, bara hvar verður keyrt inn í þetta hverfi, verður það framhjá spítalanum, verður það einhvers staðar í gegnum Fossvoginn, hvar verður það? Já, man ekki hvort ég skrifaði þannig, en sem sagt já, þú ert að koma frá bústaðaveginum Eyrarlandið eða Háaleitisbrautina niður og inn í hverfið, sem sagt. Hvað er þetta margar íbúðir þarna sem þú sagðir á hana? Já, þá voru þetta 250 til 400, var það ekki rétt sem? Já. Það er náttúrulega gert ráð fyrir hjólinn á Fossvoginn. Þannig að núna þegar það er búið að þrengja Háteigaveginn og það stendur til að takmarka umferð, jafnvel ennþá meira bústaðaveginn, þá á fólk samt að keyra þarna inn að þessu hverfi. Já. 250 íbúðir. 500 bílar, svona meðað við tvo bíla á íbúð. Getur ekki lagt þarna, það voru að koma hjóli. Já. Ég er bara að pæla í þessu, sko, af því að við erum nú svona hálf pólitískt ráð, sko, eigum að hugsa, við eigum að taka þessar hluti svolítið gagnrýnt, sko. Já. Bara, þú veist, stundum þegar maður lesa þessar áætlanir, þá líður mann eins og maður sé stattur bara í, þú veist, ég veit það ekki, einhver svona teiknimyndabók, þú veist, það sem einhvern veginn bara er ekki gert ráð fyrir neinu, en svo birtist allt í einu eitthvað bara svona out of the blue, sko. En raunverulega það gerir það bara ekki, bílastæði birtast ekki bara allt í einu. Og þú veist, þau þurfa að fylgja, og ég bara velti því fyrir mér, er gert ráð fyrir því? Já, sko, þetta er sem sagt, eins og ég sagði, auglýsing og flagga því að það sé að fara af stað pælingar þarna. Síðan á eftir að vinna ákveðna forsendur sem að deiliskipulag verður svo unnið út frá og þá erum við að fá að sjá sko hversu mikið hægt er að koma fyrir, þú veist. Þannig að sú vinna er öll eftir. Þess vegna er sagt svona breytt bil á bilinu 250 til 400.
fólk horfir náttúrulega alltaf strax á hámarkið, en það háð mörgum efum, þú veist, að þetta rúmist og það uppfyllir skilyrði dagsbirtu og sólarljós og þetta umferða líka og þannig að sú vinna öll eftir og þá sem sagt í deiliskipulagsvinnu eins og þið vitið þá þegar fyrir liggur deiliskipulagstillaga þá hún auglýst og í skipulagsskatt og veitt tækifæri til þess að koma með athugasemdir. Já. Og aftur bendi ég á það, Gísli, þetta bara á grunnstigum, þetta í umsagnarferli, það ekki búið að vinna deiliskipulagið, það á eftir að koma að vera að safna hugmyndum fyrir deiliskipulagsvinnuna, ekki satt? Jú. Þannig að þetta Þetta bara aðalskipulagi? Já. Okay. Og þetta á grunnstigum þar. Þetta allt valið punktar og pælingar frá þér. Það þarf að taka inn í myndina og sérstaklega varðandi aðkomuna í hverfið þegar það nú þegar búið að þrengja að og reyna að gera ráðstafanir gagnvart umferðinni í kring á hálendisbrautinni fyrir ofan Bústaðaveg og bara Bústaðaveginn sjálfan. Þá þrengja Grensásveginn. Það mjög valið punktar að skoða það hvað áhrif það hefur að bæta við í rauninni 250 íbúðum þá og umferðinni þar niður í þetta hverfi. Það má ekki gleyma því heldur að í sambandi við það þá þarf að skoða þetta í samspili að það áætluð uppbygging hinum megin við þetta sama holt við Miklubrautina 33 blokkir frá Kringlumýrarbraut eða Grensásvegi. Einhvers staðar þarf að vera hægt að þræða framhjá þessum húsum til að komast heim til sín þarna eða inn í önnur hverfi. Ég vil kannski aðeins útskýra að sem sagt þegar að skipulagslýsing auglýst að þá veitt tækifæri til að koma athugasemdir en sem sagt þeim ekki svarað eins og ef að deiliskipulagstillögu væri að ræða þá athugasemdir svarað og við fá send svörin en ég bara læt ykkur vita sem sagt að við sjáum allar athugasemdirnar og þær mjög mikilvægar fyrir verkefnisstjóra verkefnis að það komi inn því að þær hjálpa okkur að móta. Við í rauninni kannski talsmenn íbúa eða þeirra sem gera athugasemdir við vinnslu verkefnisins. Þannig að þó að þið fáið ekki svör að þá endilega sendið inn punktar því það hjálpar til við mótun verkefnisins. Síðan alltaf hægt að fara fram og yfir bara svona fundi að koma og skýrum frá vinnunni. Það mjög ánægjulegt að fá slík fundaboð. Við erum alltaf nýbúin að fara í gegnum svona umræðu í þessu sama hverfi Bústaðaveginn. Þetta sama umferðaræðin Þannig að þar var fallið frá öllum áformum út af athugasemdum sem bárust. Og stórum fundi sem var haldinn í Réttarholtsskóla. Þannig að manni finnst það verið að lauma þessu einhvern veginn inn svolítið bakdyramegin eftir að þau áform hafa verið dregin tilbaka. Þetta raunin bara sama pæling, bara annars staðar í hverfinu, en nákvæmlega sömu umferðaræðina. Og aðal áherslurnar þar voru að umferðaræðarnar í hverfinu þola þetta ekki. Það fyrirséð, þannig að þess vegna skilur maður svo sem ekki alveg af hverju að verða að leggja áherslu á þessa reiti núna þegar nýbúið að vera þetta öldurót í hverfinu. Þetta alveg sagt en það stangast náttúrulega á þessi brýna þörf fyrir íbúðarhúsnæði og lóðir og svo þetta hvað innviðirnir þola. Þannig að þetta náttúrulega hálfgert reiðtog en það verið að horfa til svona auðra bletta sem væri hægt að nýta því þeir náttúrulega hagkvæmastir þegar í stað fyrir að brjóta nýtt land og það samt svo rosalega teygjanlegt vegna þess að
það sýndi sig sko heldur betur ekki þegar raðhúsið voru byggð þarna við bústafi að það hefur verið ódýrustu fermetrarnir á Reykjavíkursvæðinu. Þeir enduðu bara sem mjög dýrir fermetrar þrátt fyrir að allir innviðir væru til staðar. Það hefði ekki verið neitt dýrara að brjóta land og það eina sem hefði verið dýrara hefði verið stofnkostnaður fyrir borgina. En fyrir þann sem kaupir íbúðina á endanum, það var ekki skipt neinu máli. Já, en það akkurat að vera að horfa á það sem að kosta borgina. Já. Það Við höldum það bara annan, það verður það bara annar rétt og fundur. Já. Já, það aftur, Gísli, þetta á algjöru grunnstígi. Já, ég veit það. Þetta er komið mjög stutt á veg, þannig að það bara að gera að senda þér bara á athugasemdir í skipulagsgáttina. En ég held að þetta sé bara það sama með þetta mál eins og með Safamýrina að við finnst fresturinn til 11. júlí vera ansi knappur og fyrir þá aðila sem að eiga hlut í máli að senda inn athugasemdir. Þannig að ég legg til það sama hér og við gerum við Safamýrina að framlengja þessum fresti til umsagna. Já. Fyrir næstu fundur í ykkur, Gísli? Hann er ekki áformaður ennþá. Það hefur verið mjög dræm þáttaka stundum. En ég boða til stjórnarfundar bara fljótlega. Já, en nú til dæmis líka eins og í dag þetta síðasti fundur hjá íbúðaráðinu fyrir sumarfrí. Við munum ekki hittast aftur fyrir í lok ágúst. Þannig að ég held að það væri besta leiðin að fara fram á að framlengja þessum fresti til að hann sé að taka og forma skoðanir á þessu. Það verður gott að fá frest fram í september eða október til þess. Endilega nefni það, þú veist hvað hentar ykkur, svona því að ég er búin að ná fólki saman. Já, en getum við þá afgreitt það þannig að við íbúðaráðið sækjum frest á skilafresti á því. Óskum eftir framlengdu fresti til, ef við ekki nefna dagsetningu, hvenær er september eða október fundur hjá ráðinu? Að það væri gott að ráðið gæti átt einn fund áður að minnsta til að ræða svona samþætta í þessu sko. Er ekki nóg september? Já, var það 24. Þetta planið helst. Já, en við erum að bara ákveða til að taka til í skólaklassins eða Já. Við þurfum að gera það, þetta bara náttúrulega snertir líka skólana í hverjum mjög mikið varðandi innviðina og september. Það er kannski líka að hafa í huga að ef við frestum þessu of lengi þá getum við ekki sett þetta að stað vinnuna við að móta forsendur fyrir áframhaldandi vinnu, þannig að það getur líka kannski komið á einhvers konar einhverjum svona fundi þar sem að við höfum eitthvað svona vinnustofur, þannig að fólk getur komið það væri mjög snýtt hugmyndir. Já, það væri það, en það er samt líka aftur bara það er mjög óhentugur tími fyrir það. Já, ég fá sumarið sko. En sem sagt, út október það væri kannski betra að vera komið athugasemdir og svo bara kalla til vinnustofa. Já. Þú getur farið að móta. En þið bara finnið út úr því og við skiljið því. Við langar bara að skipula. Já. Ívar, ég held að þetta verði að vera fram í október. Fram í október? Já. Ok, það er svolítið langt um mér. Þér mun ekki finna svo langt þegar við komum að því. Kannski ekki þegar það er komið í lok september. Það er alveg. Skóladagferð. Skólasetningar þann 22. ágúst.
og við erum að hittast næst hér á við lok. Við erum 4. vika. Getum við ekki bara beðið frestun fram í 1. vikunni í september? Mér finnst það bara að lágmark, sko. Já. Við erum miðjan september. Lágmark, ég myndi segja síðustu vikunni í september, sko. Já, síðustu viku september er 1. viku í október. Já. þá segjum við það. Fyrstu vikunni í október, þá nær íbúar að ekki hittast tvisvar. Þá náum við að taka umræðum þetta og forma síðan og staðfesta síðan. Þetta svæði myndi líka hafa áhrif á iðkendur. Já. Þarna líka. Bara svo að segja hreyfingu fundargerðanna, það er verið að óska að samþykkja ráðið að óska eftir frest eða verður starfsmann óska eftir þessum frest. Já. Síðan kemur einhvers konar svar frá umhverfis- og skipulagssviði varðandi þetta. Já. Og þá læt ég ykkur líka í kjölfarið. Gott. Ok. Ég verði meira að rjúka. Kom seint og fer snemma. Já. Við heilsa ykkur gott sumar. Já, gott sumar. Bye. Gísli ætlaði að Katrín Haramann. Hjördís, hefur þú eitthvað til þess að mála að leggja? Ég svo sem hef ekki margt að segja sko, en ég er ekkert endilega sammála því að þetta sé alveg vonlaust sko með umferð og slíkt. Ég veit að borgin er að vinna í að finna alls konar lausnir. En bara mjög flott að fá frest og þá er hægt að skoða þetta betur og einmitt að foreldrasamtökin geta skoða þetta. Já, bara flott. Já, algjörlega. Eru einhver spurningar fyrir þessum við horfum? Svo ekki sjá það? Nei. Ok, flott mál. Þá þakkum við fyrir. Sem þess, takk. Og bara þangað til næst. Þangað til næst. Já. En þá myndum við okkur í þriðja lið sem eru tillögur íbúa til fjárfestinga og viðhaldssáttmála 2025 og þetta er í rauninni þetta eru tillögur sem við erum búin að fara í gegnum og þetta er bara svona framlagning þessara tillagna sem við erum búin að fara yfir. Það er næsta við að standa. Við meina í þessum einhver sem vill láta skoða þetta nánar. Við erum búin að opna þetta og við erum búin að samþykkja. Það var eitthvað frekari pælingar varðandi þetta. Nei, við erum búin að fara vel yfir þetta og við erum búin að leggja þetta fram. Frásins. Ok, þá er umsögn íbúa Háleits- og bústaðahverfis vegna tillögu mótun skóla- og frístundastarfs í Laugardal til framtíðar. Þá er í rauninni varðandi unglingaskólann í Laugardalnum. Og hérna er tillagan. Aðilar sem voru beðnir umsögn en að frumkvæði þessar árs þá unnið umsögn sem er boðskipting. Já. Það setja mann að stóra skóla þrátt fyrir það. Þrátt fyrir þessi íbúarnir og allt það sem búið að þannig að ég seti. En það voru pláss fyrir þetta. Það er íbúar fyrir það. Það er bara niður í lögum.
Það er ekkert skipulag íbúðið neðstæðan það, sko. Ekki enn. Ekki enn. Ekki enn. Þetta er sem sagt milli Þróttar og Skautasveitar og það er komið strax viðræður milli Þróttar og borgarinnar það, sko. Það er semst verið að tala svona þríðingi. Já. Líklega verður það þar. Ef þetta verður, þá verður mjög líklega verður. Og tala um sem stóð. Já. Það er ennþá verið að ræða alls konar útfærslur af því að það komið fullt af umsögnum og það voru að fjalla eins það. Og það skoða bara nokkra mismunandi leiðir í hvernig hægt að gera þetta. En þetta er að snýra að úlingum í Laugardal. Ekki víst að skólinn beri nýja við byggingarreitum, þannig að það verður bara komið ljós. Ég gerir ráð fyrir því að þú meðan við setjum hitafundi þetta mál. Já, nokkra. Þannig að það verður sterkar skoðanir á þessu. Gerir ég ráð fyrir. Já. En það skólamál er alltaf tilfinningum. Já. Skólamál sundlega alltaf, mikið tilfinningum. Já. Þannig að það er alveg, þú veist, og eðlilegt að fólk hafi skoðun á skólamenning og svo framvegis sem þarf að skoða þess þannig að en þú veist, þetta er líka, þetta snertir mjög mikið í viðhaldsmál í Laugardal og það er loksins að taka almennilega alltaf skólum í Laugardal. Það er komið á flegi ferð. Þess að svolítið að erum ekki allar græna Það kom grænt þörf, fannst ekki? Það er græns að þannig. Já, sko, ég sko, það er mikið af grænum, ég er alveg saman það, það er verið að ráðast alltaf mikið af grænum reyndum. Já, ég veist það, eins og alltaf mikið. En það er líka kannski, ekki það tengist ekki þessu máli. Við erum með lóð til dæmis niður í Laugardal sem við fáum ekkert viðhald á og hún er bara eins og mýri. Við erum að setja krakkaðar út á hvernig eins og degi, 120 krakkaðar út að leika sér. Það er bara í drullu slaði. Það er að vandla ekki grænsvæði. Mér finnst mér að lögða það mín að vanda. Mjög miklu leyti, það vandar með heildarmynd og flis. Ef þessar borholur verður ekki, ef það væri skrúað fyrir borholunum, það sem heildarvatnið ekki, þá er þetta heilt aftur. Þannig að það fengjum við bara vatn í, þá verður það mikið betra við þetta. En maður myndi eiginlega vilja sjá, sko, í hverju er þetta friðuð græn svæði, þessu grundvallarstærð, það er ímyndarskapandi fyrir íbúar og gefur svona vonum, þú veist, að það sé ekki. En við ekki bara með græn svæði, við þurfum ekki að gera þetta. Nei, Við þurfum ekki að fóstra. það þarf að gera það, gera vítu og vel. Já. Þetta er bara að setja spil og annað til það losnaði mýrina. Það er mikið grósið þarna og það er ekki. Gera með verkfylg, góði í verkfylg. Nei, ég sé. Það þarf að drena þetta svæði. Þetta er neðst í jarðvegi, þú veist, það er bara, þetta er bara einstu þegar vatn. Þú veist, það væri vatn í öllu Laugardalnum, við værum ekki að dæla vatni, þannig að þú veist, bara gera enn betur. Þannig að, jú, klárlega, við þurfum að fara að hugsa miklu betur um þessu. Blokkinn er alltaf verið þegar allar bjóður að mýri og saman líka. Þannig að ég bara var sögður í Björnvís, þá var það bara mýri með fuglar lífið út á mýri. Og árið seinna að byrja að byggja stærðum. Ég er svona líka randfæðingu. Það er sér. Ég er líka randfæðingu, við erum blóðið til skrænsjó. Ég finnst bara að hafa verið fleiri þessi grænsvæði. En svona Laugardalsvöllur og hafa íþróttur næsta því að ég finnst bara fólk að verjast fyrir því að fótboltavellinum þannig að þá að vera bara áfram eins og það er. Og bara halda við það aðlandur. Líka íþróttahúsinu að það er alltaf ánægðir og svona. Þess að þurfum bara að halda þessu við og gera því af hverju maður ekki hafa fór til. Það er allt tekið og íbúðir og allir þreynd einhvern veginn af og inn á milli allstaðar. Búðir einhvern veginn. Það fór núna að þetta viðkynna að þurfa að geta komist dagspyrta og sólinn og gluggar. En sko, ég hef búið í stórborgarsleis og þar eru þó allan að grænisvæðingar hugsaði þau og þau við þingtis að hafa með börnir og fleis og við erum bara ekki náttúrulega duglegir í því. Við eigum fyrst að græna svo en við erum ekki bara að hugsa náðu þannig að það er svo mikið áður og mýr þetta alveg nýtt og þurrka upp með eitthvað áður klárlega.
Ég sjá það sko, þessi Þorláksson, þannig að það var fórum svo mikið sandfólk, það var alltaf sandfólk svo mikið af það og svo alltaf mýlir og blettir allstaðar hérna á milli. Þetta var bara bætt með sérstökum, það var grasi, hann gefur grasi, ég vandi hvað það var, það heitir eitthvað sérstökum og þetta var alveg bara fínir í svæði, það byggingar sem var allt vegur þannig. Það var svona að gera skúlgarðana og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta var hægt að gera það. Það var bara að hafa hugsun á þessu og framkvæmt. Eins og unglingavinnan mætti vera meira í svona vinningur að rættu þessi grænsvæði, þessi blutursvæði og svona. Það þeir sitja bara krakkar við á undir trjánum og það var saman og alveg síman og eitthvað svona sko. Það var einhvern framsamt ekkert við þessu. Ekki eins og tengsl sko, þau eru sterk. Þau eru að mynda tengsl. Herðu, en hérna er umsögn sem íbúðarráðið hérna sendi varðandi þessa tillögu, eða þetta mál, þessa tillögu varðandi unglingaskólann og hérna það er nú að lítið það að segja, við erum búin að samþykkja þetta og þetta er eitthvað sem Birki var falið að gera og búið að senda nafni, þannig að þetta er bara til að varpa þessu hérna upp. Og samþykkja samskóla. Samskóla? Nei. Það er bara í virkstunni borgarkerfinu. Þetta er umsögnin sem að við sem ráð sendum inn varðandi það mál. Alltaf hefur við margir krakkar í Íslandaldaskólanum þegar við vorum þetta margir samjöfnum fyrst. Það er líka það. Já, það er 14 eða meira, ég veit ekki. Ég var í skóla sem 14. Hann stóð í Pellaskóla. Það var 14 og 14. Já, ég var í Íslandaldaskóla. Það var frísir. Ég var 1300 eða 1400. Það var rosalega eitthvað með stiga og það er framkvæmt og takk. Ég kom frá Ísafirði sko. Það er barnaskólanum þar í fyrsta bekk í Sigurðarbæ. Og svo kem ég í þennan svakalega skóla. Ég bara sjálfum sem ég segi ekki út að gera. Hann mynd sko. Allstaðar. Viltu með tvertuðar eitthvað með stigana. Allir harkandi og græfandi og ég var alveg rugluð þarna sko. Og bara svo, ég var fyrir að koma úr einangur með eitthvað úrlega saman bara í hérna. En umsögnin ykkar er mjög góð og er mikið finnst mér á málefninu. Já, og þetta alveg klárlega, þó að þetta sé verið að tala skóla í Laugardal, þá snertir þetta alveg hérna, þegar við erum að tala að þetta sé mögulega verið að fara og til hvað, næsta unglingaskóla á landinu. Það er hvað það verður. Og það tegir sig ansi víða og með við staðsendinguna þá er mjög líklegt að þetta muni hafa áhrif á eitthvað sem búa innan hverra marka hjá okkur. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að íbúar hér sé haldið upplýstu og bara sem aðili að þessu máli. Og svona helsta sem kemur fram í umsögninni hjá okkur er í rauninni varðandi staðsendingarnar. Og það snýrst þá kannski helst að því þegar maður verður að horfa í staðsendinguna upp við Suðurlandsbrautina. Já. Það var ekki Nei, en það getur umræðað einhverju þetta. Það kemur gáðs í Nei, ég held að það Já, ég er svona samlega þetta þrýfingurum væri vænlegasti kosturinn. Það er skilningum með skóla hverju varðandi skeiðuna og skóla hverju með fyrir þetta. Það er svolítið að reiki. Já, hann er búinn að leiða þetta. Það er jafnan villandi uppbyggingar á Reykjavík. Það er bara að vera að vinna í þessu góðskipti. Þannig að það er svona að byrja. Það var líka tengt sem eins og orkureiturinn, það verður langskóli. Það verður ofta mér. Eins og það er í dag, en þannig er það teiknað upp og þannig hefur það verið. Þetta er alveg góð mótið tekja mótið, ekki verið. Það er svarið já eða nei. Ég svarið er. Ekki það yngan. Það var sá þessi að það er skilt að þetta er að spila nýja og svo var það að voga skóli eða í voga byggðinni.
Já. Er hann að fara að taka við kannski einhver pakka voru? Já, það er Reykjavík borg er bara í uppbyggingu, sér maður. Já. Já, en það er rauninni ekkert sem þarna sem það afgjörslega neitt af þessu máli, þetta er bara það til framlegginga, það er búið að senda þetta inn og hérna, finnst það Við takkum þetta á öllum, finnst það mjög mikilvægt, sko. Já, þetta er mjög ítarleg umsögn og þetta er mjög völunni. Þá er það bara næsti liður, sem er rauninni samantekt frá íbúðundi borgarstjóra, þegar hann er búinn að taka yfir hverjum í borginni. Og þarna, ég mætti á þann fund sem fulltrúi hér í hverjunu. Já. Og þarna, Arna mætti líka. Já, það er bara skilt að mæta. Nú. Mætum. Ég meina þetta bara hagsmunir, bara fá. Já. Heyra hvað það er íbúar hafa að segja hverju sitt. Algjörlega. Þetta stafni. Og þetta er bara svona, já, bara samantekt það sem er tekið svona stikla á stóru. Við talaðum það hvað sem er best við hverfið og farið aðeins út í líka svona helstu þætti sem mætti bæta. Það var nú klassískt að það kemur kaffi úr því, sko. Það er búið að vera hitamáli fór svo við bústaðarhverfi lengi. Já. Það er að halda mann heitum þar. En það kom nú bara strax lausn því. Það kom nú strax lausn við því að finna húsnæði. Já. Hvaða húsnæði? Æðargarður? Já. Það var alltaf með. Já, ég meina það er Kafetería þar. Það er kafetería þar og hérna Mjög gott aðgengi. Mikið gott starf sem er unnið þar sem kannski ekki frekari athygli á stundum, sko. Já, nei. En það kom upp sem hugmynd. Það er flott. Já. Það er svona einstakar hugmyndir sem kom upp. Þetta er bara svona okkur til upplýsingar. Þetta er ekkert og hérna bara gott fyrir ráðið að hafa bak við eyrað hvað kemur út úr svona opnum íbúafundum í hverjum. Og hérna alltaf til að skoða þetta betur. En sjáum við einhvers staðar að því ég sé að það er 29 sem mæta hérna. Þetta er þá fundur sem að haldi hér. Hversu góð mætingi var annars þar? Höfum við einhverjum tölfræði í það? Já. Já. Álíka skýrsla er lögð fyrir í öllum hverjum íbúar. Já, þannig að maður getur. Já. Og þetta er núna verið að leggja þetta fram núna í júní. Já. Þannig að það er áhugaverð að finna. Já. Ég mætti að fundi til dæmis í Vogaskólanum. Já. Ég minna að ég var að vera líka þar. Nei, já, Nei. Já, mjög vel mætt. Já. Það var lögðast. Fyrstu fundurinn þegar. Já. Þannig ég held að þurfi bara að þetta var flott uppsett hjá þeim sem skipulega fundin að þetta þarf bara að komast inn í venjuna. En það var mjög vel mætt í og Hann er ekki eðlilegt, sko, það búið að vera mikil ólga í lögðum. Já. En það sem að maður var við í réttarskóla hvað íbúar ánægðir með hverfið sitt. Það var meiri sem gerast og fólk á langa sögu líka. Já, hann var alltaf á sig blómið bæta, sko. Já. En annars var svolítið svona almenn ánægði með hverfið, sko. Já, þá vindum við okkur bara í næsta lið. Með þjónustukönnun íbúa og mannréttinda og lýðræðisskrifstofu. Þetta fikk í gangi þaðan. Takk fyrir öllum íbúaráðum. Finnst það könnuninni. Já. Þetta er niðurstaða bara Reykjavík borgar yfir höfuð. Já, þetta er henni bara þessi skiptu. Eins og eftir þess að starfa ekki orða spurningar, þetta er henni tölfræðgögnum bara eins og
koma fyrir. Já, þetta ekki bara tölfræðingum hérna í þessu hverfi, þetta bara... Nei, og þetta alltaf, já, þetta sem sagt fyrir hérna það sem við bara. Já, þannig að þessi tölfræði hérna, hún snýr ekki endilega okkar ráðum, bara svona almennt. Já. Já, það veit? Lítur að þetta sem Twitter. Mig langar að spyrja, var könnunin líka send út á ensku? Var hún einungis send út á íslensku? Og það hringdi það ekki, var þetta ekki norskina sem sá þetta? Jú. Könnunin fór fram á netinu og svo var þetta 18 ára eldri. Ég sé ekki að það verið að fylgja. Nei, það kemur ekki fram. Ekki fram. En það mjög góð pæling og mjög góð ábending varðandi það, sko. Það talaði uppruna reyndar hér. Hvernig myndir þú skilgreina uppruna af þáttakontum? Já, en það náttúrulega, þú veist, ef að könnunin er einungis send út á íslensku þá náttúrulega verið að útiloka hluta íbúa, sko, by default. Já. En, já. En 46% svarenda, nei, þau eru á erlendum uppruna. Nei, fyrir ekki, hafa tekið þátt í hverfi. Já, ok, það er Þetta sjá hérna. Þetta skilur uppruna en já, þannig að þau hafa skilur á það. það kemur ekki fram hvort það var skilt á. Og það er líka alveg sérstaklega, sko, áhugavert að pæla í hvort þetta hafi verið sendt út á ensku líka því að, sko, 27 svarendur af erlendum uppruna sýnist mér, eða allavega 27 hérna í sögunum. Meiri hluti, eða svona herri hluti fólks af erlendum uppruna er að taka þátt í hverfi mitt heldur en að íslenskum uppruna. Á blaðsíðu 6, sýnist mér. Já. Það er niður á hverfi. Ég har hátt hlutfall af þeim sem er að svara koma frá Breiðholti. Já. Þetta verkefni er mjög sterkt þar. Þeir hafa verið með í að nálgast íbúa. Já, menn aftur þetta er bara til upplýsingar til gamans í rauninni að rýna í og hérna ég hvet alla bara til að skoða það betur eða áhuga því. Að rýna í þessa tölfræði. Það er svona, já. Þetta kannski gefur okkur tækifæri til þess að hvernig það var markaðssetja þetta betur og láta fólks og hvernig það koma upplýsingum áfram til íbúa. Já. Það sem er rætt hér. Þetta getur við gert íbúana bara sýnilegri. Já. Það var nú í þessum óviktað en samröði. Mjög margir sem að skoða fundargerð. Það er 26% sem hafa aldrei heyrt íbúar á Reykjavíkurborgar í okkar hverfi. Það er kannski
Það kannski eitthvað til að skoða. Já, þá held ég við vindum okkur bara yfir næsta lið sem málefni hverfisins. Það bara opið. Við erum ekki búin að mál borist í rauninni frá íbúðum. En það bara, ef það eitthvað sem við viljum ræða hér. Við fórum með hugmyndina að setja og yfir Hlíðarbraut. Tengja við bara Tengja við Hlíðarbraut? Ég bara veit ekki hvað það má lengur, sko. Já. Ég held að sé bara búa fundum á stegina því að það var eitthvað saman að eitthvað laga þessum bandurinn. Það gangið við bættum aðskapið bakka á svona skólum og svo líka þess að áleitskverfið og alltaf með skólan alltaf að sækja skólan þessi menntaskólan. Það þurfa að vera yfir Hlíðarbraut og yfir Miklubrautina líka. Já. Ægilega fyrir mig. Já. Það ekki verið að tala sér að jarðborgar vændist að það verið stopp og það var nýjastopp stopp. Ég bara veginn, ég veit ekki alveg hvað þau má liggja með brú. Ég veit að það verið að vinna í einhverjum að auka í rauninni ekki gangandi vegfarenda yfir á gattamótum, með Holtinu, Miklubraut og Kringlumbraut, gattamótum. Miklubrautin, sem það hverjum mest gera gatan á landinu. Miklubraut? Já. Og ekki það, sko? Já, bílum fyrir að vera bílum. Og hlýtur við Nórsson. Já, það heimaður sem að setja ljóðvenum og Hlíðarbraut. Já. Ég var að djóka, það að ég veit ekki neitt. Ég býð Nórsson. Já, ég sveitin. Það hefur góð fyrir upplýsingar hvernig ekki í hverfum okkar eftir skólann og svona. Hún líka á húnum? Já, þannig núna, já. Stofnunum og öðrum? Já, öðrubjörni, já, við vorum bara upplýsing, það bara gengur mjög vel, það skilst, þannig að það er alveg frábært, samstarf við eins og ykkur foreldra sem gerist bara daginn þar sem við vorum bara í samskiptum og lögreglan, samfélagslögreglan og vakthamandi lögregla tók bara strax boltann. Flotinn náttúrulega var með bíldan og húsinu. En það víst búið að vera í áhugavundin í Elladalnum og landafyllirí. Þannig að það áhyggjuefni og deildarstjóri Kringlu og Mýri og Þórhildur sem við Tóta hefur áhyggjur af því að foreldrar haldi að það sé á okkar vegum þegar það eru svona viðburðir og núna það voru í þessari viku þegar framhaldsskólarnir senda frá sér innritun eða hverjir hafa komist inn í hvaða skóla og nú fara krakkarnir að hópa sig saman eftir í hvaða skóla og búa til viðburði. Þannig að við vorum að tala það bæði í morgun og í gær við sem erum með á þessi forvarnamál setja meiri upplýsingar inn á Facebook-hópina því í sumartímum það er einu vettvangur okkar til að nálgast hópa bara með þess að fólk sé eða foreldrar sérstaklega bara meðvitað það að vera ekki en að sérstaklega bara senda börnum hvað sem eða ef þú hefur vitneskju það að MS sé að boða til viðburðar í Guðmundarlundi í Kópavogi eða eitthvað að hún sé ekki að keyra barnið haldandi það að MS standi fyrir þessu. Þannig að það er líka bara svo ólíklegt þessum tíma að það sé svona starfum skóla sig gangi. Já, en það er bara fólk ekki búið að börnum sínum. Þannig að það er búið að vera alveg nóg að gera með Elladalinn en
og flotinn getur þetta ekki einn og sér. Við verðum að gera þetta í samráði við foreldra. SMS sendi frá sér, foreldrateymið skólafríkindasviðið sendi frá sér núna rétt án skóli hætti á mörgum tungumálum póst til foreldra og ég setti þeim á hverfasíður allar upplýsingar bara foreldratildi það bara að vera saman og það verndandi þættir. Og ég skrifa en blaða ég hafi mætt Það er mikilvægt að skrifa ég út eins og það gerist bara dæmi og látum við það sem er saman og já, ég er svona þetta lust með foreldra samstarf. Það er ekki alltaf lægir, það er bara nást. Það er fyrst að svona almennt ábyrði staða, sko, það er skrifur upp til við að skrifur í vendu, sko. Það er sem að náður að allir geta að fara að staða skrifur, sko. Sem og riksin. Það sem að fara. Já, leiðis. Það er frekar anskriðis við það fólk og lókur þetta okkur minni svona bara í þetta, sko. Já. Að ég þetta samvitt, ég samvitt með bara, því ég hefði þetta verið ekki verið, það verður græst, það er eitthvað staðir, sækir eftir eitthvað, það svona mín að aðstæða til þess ég get ekki hann heima á eitthvað þetta er svo ótrúlega mikið að við vorum saman, eiga saman við erum bara með ótrúlega góð saman þess að góð samskipti við krakkar það var ótrúlega langt Þetta sem líka bara upplýsingar fórnum sem þetta ég meina að með send út daginn því hún að fara annað núna bara að láta vita það væri ekki bætti að vera sumar, framleiðis þannig að þá ertu bara einhver hópur sem er í verslan það er svo reyndi búið tjokka með tónleika á byggju daginn, fría tónleika og það átt að veita vínar og allt möguleg en þú veist, að því að við íhlutuðust inn í það tók það var mjög öflug þar inn í að gera athugasemdir og svo framleiðis það verður til þess að sem vissi ekki að þau eru í boði ókeypis vín að það frestast Þannig að það hafðist aftur viku eins og hann segja, það var þegar við vorum alltaf að tala saman. Það bara var pönkastýrur, þetta var ekkert eðl. Og þarna var að hætta að eða það mega ólíka við íbúð, en þetta var ótrúlega vakandi. Svo kom hann klútið á sig á viðburðin og þá voru margir farnir, þess að við eftir hann var leiðist veður, það var líka margt sem, já, en hefði geta komið, já, en lögreglan alltaf talaði og það hefði ekki mikið. Þau hafa ekki lengur áhyggjur af skeiðunni, hún har upprætt svolítið menn. Það er eins og það sko, það félagsmiðstöðstaf hefur verið að taka margar þessu verkefni líka. Það er ekki bara flotinn, það er líka félagsmiðstöðstaf. Líka út frá bara þessar landasölu, þau verða svo drukkin og veik bara strax og náttúrulega einstaklega hefur mist meðdönd. Mér finnst þarna að vera komið eitthvað og lögreglan myndar vilja gefa þessu yfirlýsingu en hefur reyndar ekki gert hana, þannig að gera hana málsmyndir en vara fólk við, þú veist, takt eins og umræði með barninu, hvað er þetta að fara þetta? Því að landi er ekki sama landi og var hérna fyrir 5 árum eða 10 árum eða 35 árum og þú veist, við þurfum bara aðeins að ræðum þetta við stofnum. Algjörlega. Já, en annars ekkert sko, það er að vakta Laugardalinn, miðborgina. Það er framvindari menningar á því ágústum þess að þið fyrir fyrir sögum í það breytt stór verkefni, risastórt verkefni. Það er öll að byggja gott í. Já, ég meina. Það er bara eitthvað sem maður bara nota. Það er bleikibílinn, það má þjáarpa kannski eftir að færa fyrir og byrja bara fyrir og enda fyrir og þá er það fyrir bara það er miklu erfið að eiga við í myrkunum. Þannig að svona, þú veist, þá tökum við eitthvað af sem við viljum að upplifa. Þannig að ég er svona, ég veist aftur að vera líka það, þú veist, við standum alveg, þú veist, bæjar hátíðin Mós og þar er við að göngast og svona, þú veist, það er líka svona vettvangur, helgin eftir menningunum. Já, það er saman svona eitthvað tónleikar og svona, þannig að þetta er svona þú veist, við erum að búa til, þú veist ekki það, svo er líka það á föstudagskvöldinu. Þú veist, svaret í annir í álfólk og svo sem er bara fullur fólk með barnavagnar. Það er ekkert sem er bara skjóðu baukunum og já, bara þú veist, það er kannski ekki alveg, það er ekki það besta fyrir við bjóðum upp á það sko.
Þannig ég hef alveg, bara, áhugjörn svona punktum í sumar, hvernig það komið svo inn í hausti. En við ættum að vera ótrúlega vakandi, við erum áhugjörn fram að einhverja við fyrir sumarfrí. En alltaf norðurmestu verður mjög vakandi við því að það kom mál, flótið ríktingaðinn og komið þið á ráðgjá, þannig að þau mál sopna ekki í sumarfrí. Og svo bara frábært tíðindi sem ráðherra var að ávarpa í dag, þá var átekið á ríkinu í það að blása lífi í að taka á þessum ofbeldismálum og svo framvegis og þetta á að breyta til sóknar með fullt aðgerðum og þess vegna þetta í gegn. Við vitum ekki með, við hefum bara svona um þetta. Það er komin skýrsla og ofbeldismál ungmenna. Það er með heyri, það er allir vakandi, nú er allir að vera aftur bara að tala forðarni. Og þegar við erum að finna með lögreglufjónar og annar er bara forðarni. Það er líka að búa að efla menntunina í lögregluskólanum forðarni. Og Eygló Harðar er náttúrulega bara að stýra þessu saman og hún náttúrulega bara að tala forðarni alveg vakna og þetta. Og það er svo gott að hafa svona power manneskju þarna. Þannig að ég finnst þetta alltaf líka sko. Ég myndi vilja fá íbúðaráðið eins og foreldraþorpið að skipuleggja málþing í haust. Myndum við fá íbúðaráðið þarna með. Það er þegar maður foreldrasamstæð. Það var aðeins að það náttúrulega talslam og flóttafólksins inn á þau. Það sýttir í bæn. Fundur í ágúst. Já. Já, ok, við ætlum að byrja svo snemma. Já, fyrir fjórða. Já, þá, ég held að við byrjum ekki með eftirfæri. En þá notum við að koma inn foreldraþorpið á sælfund að fjalla þetta málþing. Svo verður hér ákveðin að segja því það er rísa stór foreldraráðstefna. Og september 27. Stórborgarráðstefna sem það er Árnúsar, Kaupmannahöfn. Bergen var inni, ég er ekki alveg klára hverju, en það er svona fundinir tengist náttúrulega ráðstefnu sem var þetta. Það var ungu fólki sem var haldið í vetur, sem er svona tengdverkefni. Og við vinna á hluta til upplýsingar sem komið það í þessar ráðstefnu, en þetta er ekki hjerti og næstu. Þess að sem að heimasíðu sem er alltaf dagskrá þess inn á. Það er svona, það verður mikið þáttöku frá allan að félagsmiðstöðum sem sé okkur. Þetta er svona svolítið miða inn á það, mikið miða inn á unglingahópinn. Samtali og samstarfi, sko. Ýmist snert á lögreglumálum. Bara nefna að mánuði síðan hafði ég alveg pínu áhyggjur af því hvað var yfir samfélagsmörgum, það var þau vissi ekki alveg hvernig þróunin væri. Ásmundur sagði í dag var að hann ætlar að efla það. Það var ekki skýrðum. Það var ekki ekki. Það sýttum við góður og fundið með ríkislögreglustjóra sem sagði að það er ófann hægt á þenni. Hefur við ekki bara komið í smá spjall, þegar við varskuðum fundagerðinni og þannig að við getum afgreitt það mál. Við rauninni ræddum óskapnir lengri umsagnarfrest, þannig að við getum sagt núna til lokksafnundar 1. október. Já, þurfum við eitthvað rökstyðja það fyrir við segjum til umsagnarfrest? Þið getið náttúrulega verið með bókun, þar sem að ef þið viljið tiltaka af hverju, en ég náttúrulega verið fallið að senda þennan post og náttúrulega kannski saman með Ingvar Ásins. Þannig að það sé að koma svona. Já, það sé bara... Og Sigríður var hérna náttúrulega. Þannig að þið ráðið, þið getur líka sett það í bókun til þess að skýra af hverju er ofbeldi sem við bara við gett sem við viljum. Já, við ekki bara eftir þessum umsagnarfresti og svo lætum ykkur bara vita í kjölfarið, því náttúrulega bregðast og bara við þessari óskan. Náttúrulega hljómaði þannig að þetta væri sæmilega auðfengið. En þetta bróðska eftir brand ykkar og svo kemur bara eitthvað svar. Ok. Þannig að í rauninni var bara þess að tvær afgreiðslur undir fyrstu 2 liðunum. Og síðan er í rauninni bara framlagning á því sem að eftir kemur. Er hægt að fá
upp á skjá fjarfunda líka. Ég sérðu ekki fundargerðina. Nei, Sástu áðan kynningarna sem kom fram? nei, ég var bara með þetta í fundargögnunum. Ok, áhugavert. Það mjög áhugavert. Ég að varpa henni nefnilega upp og venjulega það þannig að þeir sem í fjár þeir eiga að sjá hvað það sem ég varpa upp. En býttu, fyrirgefðu. Þetta velja svona síðan skrýn. Jú, býttu, ég ætla að deila þessu náttúrulega. Ég var deilding á það. Það var ekki hverju vesin á það. Nei, ég var einhver vesinni. Ég bara deildi ekki. Ég bara að sjá það til þessu. Það var bara enginn sem saði neitt annað í fjár, þannig að fyrst var ásökunar á þessu. Þið komið núna? Ertu ekki séð þig núna? Jú, þetta sést núna, sko. Já, glæsilegt. Þetta á að vera þannig að þessi sitt í fjár þegar að sjá kynningarna líka. Fyrst var ásökunar á þessu. En ég vona að ekki gögnunum fyrst þú varst með fyrir fram á þig á kynningunum. Já, Gísli settir endar í tjatti, sko, þetta sæst ekki, en ég var bara með þetta í fundargögnum. Já, til liðar. Já, heyrðu, þarna var fundargerðin hér og það sem ég var að nefna áðan, við vorum með afgreiðslu fyrstu 2 liðunum frá Óskar Björnsson eftir 1. október. Og ég hef bara áframlegingar athugasemdir í því og síðan framlagning á hinum liðunum sem þetta var 37 eða 36. Eitthvað sem þú vilt stoppa við? Kemur ekki fram þarna Villi sem hafa komið til gestu fyrir gestalið. Nei, ég vil ekki sagt nafngesta. Nei, ok. Því hann sem sagt tók sæti sem bara íbúi, þannig að ég hef ekki gert það. Ok. Það flera eða? Held ég ekki. Nei. Og þú slítur byggina. Já, þá bara, fundist þið? Þið? Þú skrifaði það, það er ráðina. Það er bara undir